Komið sæl, þetta Pólitíkin 7. þáttur, ég heiti Guðfinnur Sigurvinsson. Ríkisstjórnin kynnti í gær annan aðgerðapakka sem hugsaður sem vörn, vernd og viðspyrna gegn efnahagslegum og félagslegum áföllum vegna COVID-19, nemur heildarvirði aðgerðana 60 milljörðum króna og þar með hafa stjórnvöld nú þegar ráðstafað tæpum 300 milljörðum króna allt í viðspyrnuna fyrir Ísland. Stærðargráðan auðvitað án hliðstæðu með öllu, en að ræða stórar almennar aðgerðir en líka sértækar aðgerðir til að mæta hópum í sérstakri stöðu. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra. Hún líka varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Velkomin Þórdís. Takk fyrir. Ég veitti því athygli í Kveik í gær hjá RÚV, þar sem var verið að ganga þarna galtóma flugstöðin í Keflavík að atvinnurekendur töluðu þrátt fyrir þessa kolsvörtu stöðu að til dæmis hlutabótaleiðin var að virka. Og maður tekur eftir því að til dæmis þessi ákvörðun að láta Íslandi ekki falla, sem í einhverju öðru eðlilegra samhengi væri þetta risa aðgerð og til dæmis ekki síst stóra aðgerð fyrir Suðurnesin sem að fara mjög illa út úr þessu eðli máls samkvæmt sem að flugstöðin þar, að þetta að verða einhvern veginn svona pínlítið bara eins og neðanmálsgrein í öllum heildarpakkanum vegna þess að þetta bara orðið svo rosalega mikið umfang og margar aðgerðir og margt í gangi að það bara mannlegt held ég að missa yfirsjónina og samhengi hlutana frá sér. Hvernig metur þú þetta þegar við erum að tala þetta allt í þessari risastóru mynd, þessar 300 milljarða sem núna farnir að vinna? Hvernig hefur stjórnvöldum að þínu mati tekist að halda utanum björgunarstarfið? Sko ég held að einhverju leyti sé erfitt að svara þessari spurningu núna, þannig að tíminn verður svona aðeins líka að leiða það í ljós hvernig til tókst annars vegar í bara beinum aðgerðum og svo því að svona koma þeim til skila og svona fá okkur til þess að ganga í takt og við séum svona alltaf átt okkur á því hverjar þessar aðgerðir eru, hvað þær eiga að gera og kannski hvað þær eru ekki allar til að gera. En það alveg rétt, við auðvitað, mér líður sjálfri eins og það sé miklu lengra síðan en 1 mánuður að við kynntum aðgerðapakka 1. Þá var þessi hlutastarfaleið var auðvitað það sem að atvinnulífið og launþegar kölluðu mjög eftir og ætlað að viðhalda þessu ráðningasambandi, þannig að við þyrftum ekki að horfa á eftir þeim öllum. Núna umræðan í rauninni kannski helst sú að þessi hlutastarfaleið þurfi að færast yfir eitthvað allt annað sem þá það að gera fyrirtækjum kleift að í rauninni slíta ráðningarsambandinu en ekki með hefðbundnum hætti eins og kerfin gera ráð fyrir, heldur að einhvern veginn ríkið taki þann kostnað á sig. Í mínum huga væri það bara ný ákvörðun, það bara allt önnur leið með allt annari hugmyndafræði heldur en þegar við fórum í hlutastarfaleiðina. Sú ákvörðun hefur ekki verið tekin en það svona það sem kallað eftir mjög núna. Og ég alveg sammála, það auðvitað fljótt svona kannski, ég segi ekki fenn yfir, en þegar líka bara vandamálin verða stærri og þau hafa stækkað mjög, við sjáum alveg fram á að kreppan verður miklu dýpri og lengri heldur en við héldum þegar við settum hlutastarfaleiðina í gang, að þá kannski einhverju leyti auðvitað okkar hlutverk að setja hlutinni í samhengi og minna á þær aðgerðir, þannig að þegar við vorum kynna aðgerðapakka 2 í gær, að þá skiptir jafn miklu máli að setja þær í samhengi við aðgerðapakka 1, en ekki bara tala hann svona sjálfstæðan. Að þá samt líka kannski bara eðlilegt, sérstaklega gagnvart því fólki sem ýmist horfir fram á það að missa starfið sitt og þeirra sem eru með fólk í vinnu og að reka fyrirtæki, að þeim finnist einhvern veginn sú aðgerð skipta svona minna máli einhvern veginn með öll verkefnin fyrir fram að sig núna en eins og ég segi, það var risastór aðgerð sem var svona fyrst og fremst kallað eftir þá, en við einfaldlega komin á allt aðra brautateina núna í þessu verkefni og framhaldinu heldur en við vorum þegar pakki 1 var kynntur. Ég meina þá voru þessi eins og frestun staðgreiðslu opinberra gjalda, þá var það svona raunhæf leið og auðvitað það mikill slaki og skiptir miklu máli fyrir fyrirtækin en nú sjáum við bara að þegar fyrirtæki með 0 krónur í tekjur í marga mánuði að þá dugir ekki til að fresta greiðslum að því að það að þau verði skuldsett en frekar ekki raunhæf leið fyrir mörg þeirra. En ég meina þessar aðgerðir alveg jafn mikilvægar núna að þær voru þá. Það bara koma önnur og stærri verkefni.
Og þetta eru líka svona aðgerðir að jafnvel þó að það heppnist að þá í rauninni engin ánæður með það, það engin ánæður í þessari stöðu og hlutabótaleiðin þetta kjara rýrnun fyrir flesta sem að þurfa að fara þangað, þannig að þetta skiljanlegt og það líka þetta fyrir þeir sem ferðamálar á þeirra núna, það þarf ekki að fjölyrða meira það, staðan þar eins grafalvarleg og hún getur orðið og við vorum með upplýsingafulltrúa samtaka þeirra hérna í þættinum nýverið og þá var hann að kalla eftir þessum aðgerðum. Maður sér svona viðbröðin núna við þessum seinni pakka, þau eru svolítið blendin þar. Það líka vegna þess að hluta til kannski að oft ekki verið að merkja þessar almennu aðgerðir annarkvort á atvinnugreinum eða störfum þó svo það komin náttúrulega til með að virka þar eins og annars staðar. Hvernig meturu svona stöðuna í ferðaþjónustunni í samhengi við þær aðgerðir sem að hafa þegar verið kynntar? Já, mér finnst sko aðeins svona snúið að tala sko þessar almennu aðgerðir og sértaka aðgerðir og þessar almennu aðgerðir, ég meina við erum auðvitað ráðast í þær með hliðsjón af ástandinu í atvinnulífinu og við sjáum alveg þessar almennu aðgerðir, ég meina hlutastarfaleiðin langmest nýtt af ferðaþjónustu fyrirtækjum, sem starfsfólk í ferðaþjónustu og það sama við staðgreiðslu opinberra gjalda, ég meina auðvitað erum við að horfa á einhverja mynd og stöðu innan atvinnulífs þegar við tökum slíkar ákvarðanir, þannig að þrátt fyrir að það ber ekki heiti sértæk aðgerð heldur almennar, að þá vitum við samt sirka hverjir eru að nýta sér þar og hver þörfin fyrir á hverjum einum stað, þrátt fyrir að það sé síðan líka erfitt að festa hendur nákvæmlega á því. En staðan í ferðaþjónustunni auðvitað bara ótrúlega þung og mér finnst bara skipta máli að tala hreint út það að ferðaþjónustan svona eins og hún var fyrir örfáum vikum síðan, sú ferðaþjónusta bara svolítið farin frá okkur. Þannig að verkefni að nýta tíman vel til þess að bjarga því sem bjarga verður, vinna að úrræðum sem að gagnast svona þessum lífvænlegu fyrirtækjum og mörg þeirra myndi ekki einu sem komast í gegnum skilgreininguna lífvænlegu fyrirtæki núna en hefðu gert það fyrir einungis 2-3 mánuðum síðan. Og þetta samspil margra þátta, aðgerðir okkar skipta máli, aðgerðir Seðlabanka skipta máli sem hafa áhrif á getu banka til ýmissa ráðstafana, bankarnir gegna þetta lykilhlutverki, mismiklu hlutverki eftir því hvað fyrirtæki eigi hlut, ég meina sum fyrirtæki ekki það mjög mismunandi eftir stærð og umfangi og öðru slíku. Þannig að þrátt fyrir ég segi það að sko, það verður ekki öllum fyrirtækjum bjargað, það einfaldlega ekki réttlætanlegt, ríkissjóður getur það ekki og við erum með mjög miklu umfram afkastagetu í greininni ef við færum að stað núna og byrjum frá núlli að þá bara umfram afkastageta sem þýðir það að ef allir fara að keppa, þá keppa á verðum og allir eru þá að taka of lág verð fyrir sína þjónustu hver sem hún og á því tapa allir. Þannig að mér finnst núna verkefni vera svolítið að nýta tíman, sérstaklega þeir sem í aðstöðu til að gera það og vinna bara á grunni þeirra stefnumótunar sem við höfum þegar farið í, stefnu ramma og leiðarljóstu ferðaþjónustu til ársins 2030 og vinna saman að því að sko, hvernig við ætlum að byggja greinu upp vegna þess að við ætlum að gera það og ferðaþjónustan verður áfram og aftur hér eftir sko öflug atvinnugrein sem skiptir þjóðarbúið ótrúlega miklu máli og ef eitthvað ljóst núna kannski, ef það var ekki augljóst fyrir alla áður, auðvitað hvaða áhrif ferðaþjónusta hefur haft á íslenskt samfélag, á lífsgæði okkar, landsbyggðina, á lífskjör okkar, á stöðu ríkissjóðs og þess vegna skil ég alveg þegar menn segja staða ríkissjóðs ennú sterk meðal annars út af okkur og nú þurfum við eitthvað að halda. Ég heyri það alveg, þess vegna erum við að fara í 20 milljarða aðgerðir sem hafa áhrif á ferðaþjónustuna. En eins og ég hef sagt, þá lyftum við grettistaki en við getum ekki gert kraftaverk og staða ferðaþjónustu hluta til bara svo að hún þyrfti kraftaverk og þannig að við verðum að, vinna út frá þeirri stöðu sem uppi en gleyma því ekki sko að, framtíðin björt, ég meina innviðirnir ekki farin neitt, náttúran ekki farin neitt, sköpunarkraftur þessar fólks og framtakssemin, hún ekki farin og ég trúi því að við munum hafa töluvert svona forskot og markaðsforskot. Við getum markaðsett Ísland sem áfangastað með öflugri hætti heldur en bara flest ríki. Og þið voru til dæmis að þið nú reyndar við farin að tala svo stóra tölu sem við erum ekki vön að gera að það kannski virkar ekki mikið 200 milljónir samt í það að taka til á ferðamannastöðum og framkvæma og gera endurbætur. Þetta eitthvað sem var bara tilkynnt núna fyrir fáeinum dögum. Þannig að það verið að búa í haginn og styrkja þessa innviði sem var mjög náttúrulega kallað eftir því að þessi ferðamannasprengja hún skall á okkur eða hún sprakk svo
hratta að við vorum kannski ekki alltaf tilbúin til að taka við öllum þessum fjölda sem kom. Og öll sú vinna, þú veist, hún fer heldur ekki neitt. Ég meina, við erum komið með miklu skýrara skipulag á því hvernig við höldum utan atvinnugreinina, hvernig við byggjum hana upp, hvort sem það er Framkvæmdasjóður ferðamannastað sem var að fá viðbóta fjármagn núna, en við vorum nýbúin að kynna mörg 100 milljóna úthlutun líka fyrr á árinu, landsáætlun og öll þessi stefnumótun, áfangastaáætlun við land, þar sem við erum að segja, heyrðu það svæðana sjálfur að ákveða hvað sérstöðu þau vilja hafa. Allt þetta er til að byggja ofan á þegar við förum aftur að stað. Og við erum auðvitað líka búin að taka ákvörðun það að setja alltaf eftir því hvað þarf og hvernig málum vindur fram 1,5 milljarð í að marka setja Ísland sem áfangastað þegar að tíminn kemur, þar sem við getum í rauninni svona plug and play á því prógrami og svo vinna er farin af stað. Þannig að við erum að nýta tíman vel, við erum að búa okkur undir betri tíma. En eins og ég segi, fólk í þessum geira hefur auðvitað líka því miður svona ólíkum hlutverkum að gegna. Ég meina, fólk fyrirtækin eru misskuldug, það eru mislífanleg, þannig að það eru auðvitað, allir vilja gjarnan taka þátt í uppbyggingunni en margir munu þurfa að fara gegnum erfiða tíma fyrst og það bara er einfallega þannig að það er takmörk fyrir því hvað hægt er að gera þegar svona algjört áfall verður og þá verðum við bara að vinna út frá því. Já, aðeins svona einmitt að þessum úrræðum, ef við skoðum þessi stóru almennu úrræði til dæmis fyrir atvinnulífi núna, það er eins og við nefndum hlutabótaleiðin, það eru núna konir lokunarstyrkir fyrir þá sem að þurft að loka, sem að manni sýnist nú til dæmis eins og það sem að lítil fyrirtæki, við tökum bara svona hárgreiðslustofur og slíkt, að þarna verður þetta koma til móts við fastan kostnað og leigu og slíkt. Brúalánin eru þetta og svo stuðningslán og frestun og skattgreiðslum og fjölmargt svona. Þetta nú svona kannski þessi helstu úrræði sem að gagnast í svona ástandi. Maður veltir líka fyrir sér í ljósi við þegar maður skoðar þessar upphæðir sem eru orðnar alveg gríðarlega háar, hvað verður mikið meira hægt að gera, því ég held að skipti líka væntanlega máli bara hverja væntingar fólks eru í þessu ástandi, að vera þá kannski með einhverju vissu hvert svigrúmið sem er eftir. Getum við eitthvað, er hægt að slá einhverju föstu það hér og nú? Hversu mikið meira verður gert og hvað hægt er að gera? Ég held að það sé enn sem komir svo lítið erfitt að áætla það núna vegna þess að við vitum ekki hvenær við erum komin á botnin og förum að spinna frá honum. Og við vitum líka að það eru í rauninni hluta þessum aðgerðum úr pakka 1 er enn verið að koma svona til framkvæmda. Þannig að þá eftir að framkvæma það sem að áður hefur verið boðað, þannig að þegar allt er tekið saman að þá, við sjáum ekki ennþá þá mynd þegar allt er tekið saman. En ef okkur tekst að finna einhverja leið í þessari hlutastarfaleið þegar kemur að því að í rauninni mögulegu stuðningu það að slíta ráðningasambandi, ef maður segir það bara þannig, að þá er nú töluvert mikið gert til þess að svona aðstoða fyrirtækin og ég myndi segja að ef okkur tekst það og bankarnir svona sinna sínu hlutverki og þar með er ég ekki að tala fyrir því að bankar sé eitthvað annað en bankar ég er bara að segja að þeir gegna samt ákveðnu hlutverki og þeir vita alveg hvaða hlutverk það er og til að mynda ef að það er hægt að koma í þannig fyrir að bankar geta svona, að við getum fundið ykkur leiðir, bæði sem eru til staðar nú þegar og ef það er eitthvað frekar sem það er að gera til þess að hjálpa fyrirtækjum í rauninni svona lækja opnanum, slökkva ljósin og bara komast í eitthvað svona hýða meðan á þessu stendur og það er þetta sérstaklega við ferðaþjónustu fyrirtæki að þá myndi ég nú segja að ég sé ekki mikið annað en það er auðvitað risastórt og við erum ekki búin að lenda því en ef okkur tækist þetta hvoru tveggja þá sé ég ekki þessi mikið meira sem hægt er að gera en það er erfitt að við munum auðvitað halda áfram að fara í aðgerðir en það er spurning hvernig við hættum að tala um einhverja pakka og halda stóra fundi til þess að segja frá þeim. Þetta er auðvitað bara það sem við munum vinna við næstu misseri halda áfram að koma með þingmannamál og gera breytingar og fjármálaáætlun mun taka mið af þessu og allt þetta. En eins og ég segi, það eitt er þessi svona staðan eins og hún er núna en við megum heldur ekki missa sjónar af því hvernig við viljum hafa hlutina svona til lengri tíma og hvernig við sjáum fyrir okkur að hlutinni byggist upp að nýju til langstíma og það auðvitað skiptir líka máli. Ég meina staða ríkissjóðs er ekki bara einhvern veginn verkefni ríkissjóðs og stjórnmálamanna. Ríkissjóður eru auðvitað bara sjóður allra landsmanna. Þannig að það skiptir líka máli hvernig farið er með hann og við auðvitað erum að fara í þessa aðgerði til þess að milda þennan samdrátt þannig að við öll saman séum sterkari þegar við komumst í gegnum þetta. En eins og segi, það eru líka takmörk á því hversu langt er hægt að ganga með það vegna þess að það að skila ríkissjóði í 250 milljarða halla eru þetta bara verkefni til framtíðar þá að leysa úr
og það þýðir að við munum þurfa að byggja upp þá fara í frekari verðmætasköpun og búið til meiri verðmæti til þess að eiga fyrir því og það sem ég finnst mikilvægt að koma líka fram er að við gleymum því ekki okkar tilfærslukerfi, það er að segja okkar velferðarkerfi er ofboðslega sterkt í öllum samanburði þannig að þegar við erum að horfa á aðgerðir sem er farið í annars staðar þá megum við ekki gleyma því að hér það þarf enginn að taka ákvörðun að við berum fólk uppið sem samfélag í gegnum ákveðna erfiðleika ekkit alla alltaf en það þarf að taka tillit til þess við erum að horfa á þessa heildaraðgerðir og við getum ekki rekið þessi kerfi hvort sem það eru heilbrigðiskerfi, þjónusta við aldraða, almannatryggingakerfi og allt þetta sem við viljum viðhalda. Við getum ekki viðhaldið því nema það sé sterkt atvinnulíf þannig að því að það er verðmætasköpunin sem greiðir fyrir það og það er þessi svona samfélagssáttmáli sem við höfum Þess vegna er verkefnið þetta sameigilegt að gera það sem við getum til þess að milda samdráttinn, koma svo öll aftur á stað til þess að við eigum áfram fyrir því samfélagi sem við viljum standa undir og við gerum mjög mikla kröfur til þess og við höfum alveg alla burði til að gera það en þá verða ákveðnir hlutir að gerast og þess vegna eru líka takmörk fyrir því hvað ríkissjóður getur gert. Aðeins á nýsleppir þá þú ert nýsköpunarráðherra og það voru góða fréttir fyrir nýsköpunargeirann ef hægt er að tala hann svona eins og eitthvað eitt fyrirbrigði að þetta eru þetta svo margt þar undir í þessum aðgerðum og mikill sóknarhaugur og unnið greinlega að metnaði til framtíðar þar og mikil vindur í seglin. Tölum aðeins kríu. Þetta er eitthvað sem við erum að heyra, þetta er ekki bara vorbóðin ljúfi lengur, þetta er aðeins meira. Segðu okkur aðeins frá því verkefni. Já, kría er sem sagt þessi svona stuðningur ríkisins til þess að þroska og efla þetta fjármögnunar umhverfi fyrir í rauninni sprota á Íslandi. Ég veit að það er verk að vinna í að koma fólkum skilning það hvað þetta er en þetta er í rauninni snýst það að í þessu fjármögnun umhverfi í dag eru svokallar vísisjóðir sem eru bara sjóðir sem fjárfesta í mörgum sprotum og við erum að segja að uppfylltum ákveðnum skilyrðum hlutlægum skilyrðum komi kría inn í slíkar ákvarðanir þannig að þetta er í rauninni mikil einföldun að segja að þegar við vorum að byggja upp sjávarútveg þá fjárfestum við í togurum til þess að mann getur sótt á miðin. Það sem við erum að gera með kríu er í rauninna bara sama. Það eru þarna úti geggjaðar hugmyndir, fólk með stórar hugmyndir, nýjar lausnir sem geta orðið reisa stórt, alveg eins og Össur, Marel, CCP, Keresis, Nox Medical, öll þessi fyrirtæki voru pínulítil fræ einu sinni. Þau eru orðin stór og sterk í dag. En við erum í rauninni bara að segja, það er góð fjárfesting og það er mikilvægt að ríkist í inn til þess að auka verðmætasköpun og þroska þetta umhverfi að koma með svona útfærslu. Við erum ekki að finna upp á neinu sjálf, við bara litum til þeirra landa sem hafa gert þetta vel, mjög mörg lönd hafa líka gert þetta illa og við fórum líka yfir það í þessu og það er stundum mótsagnarkennt fyrir suma að hlusta á hægri mann tala ríkisstuðningi í nýsköpun en allstar það sem að frumkvöla umhverfi er sterkt hefur hið opinbera komið að og alveg sem við fjárfestum í menntakerfi þá erum við fjárfesta í þessu. Já, og rennir líka náttúrulega fleiri stoðum undir atvinnulífi og það er kannski einmitt það sem verður gagnrýna núna það við erum alltaf í þeirri stöðu þessi litla þjóð við erum alltaf með svo fáar stoðir. Það er svona hafa svona erfiðleikar innan einstakra geira svona mikil áhrif á okkur. Og það sem að mér finnst líka svo merkilegt við þetta svona nýsköpunar umhverfi er það auðvitað nýsköpunin á heima allstar. Við erum að tala að við snýst ekki ferðaþjónustu eða nýsköpun heldur nýsköpun í ferðaþjónustu og sama við orkufrekan iðnað, sjávarútveginn og allt saman. Og í rauninni þessi kerfi líka. Ég meina, þú ert ekki hjúkrunarfræðingur eða frumkvöðl. Þú ert meira áttar hjúkrunarfræðingur ef þú ert líka frumkvöðl. Og við þurfum að vera tryggja það þessi pláss fyrir þessa frumkvöðla starfsemi allstar. Nýsköpun snýst bara það að gera meiri verðmæti úr því sama. Það er nýsköpun og hún á heima allstaðar og hún á sérstaklega líka heima hjá henni opinbera og þar sem að við rekum þannig prógram að við sjáum í rauninni það svona að langmestu leiti því opinbera menntakerfi, heilbrigðiskerfi og velferðarþjónustu að þar verðum við að tryggja að nýsköpun sé stór aukin í þessum kerfum. Það var mikilvægt fyrir COVID og það er ennþá mikilvægara núna þegar að ríkissjóður kemur skammtaður út úr þessu til þess að við munum eiga fyrir þessum kerfum sem eru þung og þau verða dýrari að við stóraukum nýsköpun í því bæði til þess að eiga fyrir þeim en ekki síður til þess að bæta þjónustu við þá sem að kerfin nýta og bæta held ég bara starfsánægju og svigrum fólks til þess að koma sínum hugmyndum til framkvæmda hvort sem að það er að vinna fyrir opinber kerfi eða stofna sín eigin fyrirtæki eða hvað þau eru að gera. Mér langar aðeins svona rétt í lokina því ég var
bara fundi á Rótari daginn og það var verið að tala nýsköpun og það var maður frá nýsköpunarmiðstöðinni, sérfræðingur, ykkur þar sem var með ágætis fyrirlestur og hann var líka að segja, sem ég held að sé svo algengur miskilningur varðandi nýsköpun, að þetta er ekki bara ykkur fljótandi hugmyndir úti í samfélaginu, heldur nýsköpun, hún verður ekki nýsköpun fyrir þetta verkefni sem eru komin til framkvæmda, eru farin að fungera og eru tilbúin og eitthvað tæki sem að virka með eitthvað tilteknum hætti en þurfa á því að halda að fá einhvern vöxt, markasetningu og svo framvegis. Og við sjáum líka bara, sko, þetta er svo þú veist, eitt er að stórauka nýsköpun til þess að gera samfélag okkar sterkara, þú veist, annað er að gera til þess að bara við séum samkeppnishæfari sem bara land. Annað er að, þú veist, við erum að auka gjaldeyristekjur, auka verðmætasköpun, við viljum að hér sé eftirsóknarvert að búa, eftirsóknarvert að starfa, ég meina það er ekki eftirsóknarvert að búa en það sé eftirsóknarvert að starfa einna fyrir langflesta. Og við sjáum í þessu ástandi, ég meina við erum komið all nokkur dæmi, það sem að í rauninni íslensk fyrirtæki eru að breyta heiminum með sínum lausnum þegar kemur til að mynda með COVID og í öllum þessum breytingum núna þar sem við erum öll farin að nýta tækna með allt verum hætti. Ég vona að þetta séu hlutir sem við munum ekki fara tilbaka í, að við munum bara byggja á þessu, ég meina það er dæmi hérna sko einstaklingar sem hafa reynað að koma breytingum í gegn, þú veist, undanfarin 7 ár sem síðan allt í hennu bara hægt að gera á nokkrum dögum þegar við öll þurfum að tilenga okkur þetta og svo svona mikla breyting á skömmum tíma í því felast mikil tækifæri, þannig að ég held að við höfum raunverulega burði til þess til lengri tíma að auka samkeppnishæfni Íslands ef við erum að tilenga okkur það breytingar sem hafa orðið með réttum hætti, halda áfram að gera hluta og hérna, þú veist, hafa trú á því að við höfum alltaf burði til þess að vera óbúslega sterk saman og ég meina, Ísland er lottóvinningu bara í sjálfu sér sko, hvort sem það er það samfélag sem okkur tekist að skapa hérna eða náttúran sem við höfum og svo framvegis og hérna, þannig að í því felast mikil tækifæri, þrátt fyrir allt. Já, ég hugsa að við fljúum út úr þessu ástandi og vangjum kríunar, flýgur hátt og langt. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra, takk hérlega fyrir komuna. Takk.